Þessi þáttur í boði heimsendafjölskyldunar á Patreon. Það fólkið sem gerir mér kleift að gera þessa þætti og þessi þáttur í boði þeirra. Áttuðu okkur í því? Þessi þáttur í boði þeirra. Þau að borga fyrir þennan þátt svo að þið hinn sem ekki að borga fyrir þáttinn getið notið þess að hlusta eða horfa. Þetta bara smá auglýsing ef ykkur langar hins vegar að borga fyrir þáttinn og komast í áskrift og fá fullan aðgang að öllu efni heimsendis, hvort sem það eru myndbandsþættir eða hljóðþættir eða bæði. Þá getið þið skráð ykkur á ódýrustu áskriftarleiðina sem veirusýking. Það kostar ekki nema $5 ef ég man rétt á mánuði. Það ykkur 700 kall, það voru lítið. Og þið getið skráð ykkur frítt í 7 daga, prófað, ef þetta fyrir ykkur, næs, ef ekki, þá bara cancel, þið veitir, það ekkert mál. Tjekkið á því á patreon.com/heimsendir, en hér kemur þáttur dagsins, gjörðu svo vel. Gott fólk, verið velkomin í þátt nummer 127. Það hlaðvarpið heimsendir sem heilsar frá Breiðholtinu góða eins og svo oft áður. Við byrjum þáttinn á kaffibolla. Nei, kaffisopa, meina ég. Þetta þetta eiginlega lífið á Íslandi þáttur. En ég ætla samt ekki að skýra hann lífið á Íslandi af því að ég ætla að vera með einn svona brennidebil sem líffæra hópurinn vöðvar. Mig langar að skoða vöðva og sérstaklega upp frá viðtali sem ég hlustaði á hjá honum Huberman, Andrew Huberman. Það var kona sem kom til hans og hún heitir Dr. Gabrielle Lyon og þau voru að tala um vöðva og þau voru að tala um langlíf og þau voru að tala um af hverju vöðvar væru og eru lykillinn að langlífi. Við hugsum hollt mataræði, við hugsum svefn, við hugsum að lágmarka streitu og álag. Við hugsum voða lítið vöðva og styrktar þjálfun til að byggja upp vöðva. Við hugsum voða lítið þetta í samhenginu mig langar að lifa lengi og mig langar að líða vel þegar ég 70, 75 ára, áttræður. Þið veitir, við hugsum vöðva í samhenginu mér langar að líta vel út eða þú veist, hér íþróttafólk að keppi íþróttum, þetta bara íþróttir og það gaman að horfa á það á Eurosport, en það kemur mér ekkert við. Þetta svolítið það sem við hugsum þegar við hugsum vöðva, en í þessum þætti þá langar mig að sanna fyrir ykkur að við ættum ekki að líta svona vöðva, við ættum að líta á vöðva sem lykilinn að langlífi og góðu lífi á efri árum. Ok, hvað það? Við skulum byrja nokkrum punktum samt lífið á Íslandi áður en við förum í vöðva. Hér koma nokkri punktar, gjörðu það svo vel. Ég hlusta á áhugaverðan þátt í gær hjá fellow podcasters, skoðanabræður. Gefum þeim útkall. Skoðanabræður eru hlaðvarp og ágætis hlaðvarp hjá þeim strákum og þeir voru að taka viðtal við mann sem ég man ekki hvað heitir, en hann stjörnuspekingur og hann ræður í stjörnurnar og dregur úr þeim speki og það gott að blessa og ég hef ekki kynnt mér það mjög mikið, en hann hafði margt áhugavert að segja og það sem sló mig hvað mest, sem kannski ekkit endilega tengt stjörnuspeki, heldur meira tengt bara hinu náttúrulega líferni mannsins Homo sapiens. Það hann talaði að á sumrin erum við að safna, á veturna erum við að njóta eða slaka á. Hann basically að segja, og þetta mjög mikilvægt og þetta ég búin að hugsa þetta alveg stöðugt síðan í gær, síðan hann sagði þetta, að það kemur vor og þá förum við að gera okkur til og græja okkur fyrir sumarið. Sumarið stutt á Íslandi, 3 mánuðir max. Þetta stuttur gluggi sem við höfum til að safna eins miklum forða og við getum.
Þannig að vorið nýtt í það að gera og græja og gera sig kláran fyrir sumarið og leið og sumarið smellur í gang, þá þurfum við að fara út að veiða, þá þurfum við að fara út að safna, þá þurfum við að fara út að sá, gerum það undir að vorin, og gera og græja allt þetta svo við höfum nægar matarbirgðir þegar veturinn kemur. Ég var líka að lesa hérna í bók sko að því ég að fara að gæta svolítið mikið núna á næstunni, þannig ég var að lesa Íslands sögu í stuttri bók og þar talað þetta náttúrulega manað aldrei, hvort það var Hrafnaflóki eða hvort að, ætlaði það ekki verið Hrafnaflóki, hann gaf landinu nafnið Ísland og hann var í eitthvað tíma, Hrafnaflóki, og hann var á okkurum stað, þú veist, Breiðafirði eða eitthvað, og það var allt mökk fullt af fiski og það var allt mökk fullt af fugli og hann var að tína egg og hann var alveg með bara, þú veist, fisk alveg upp í upp á hnakka og hann var með egg bara í stöflum sko. Nema hvað að hann glemdi að slá hey fyrir skepnurnar fyrir veturinn, hann glemdi að safna forða og þannig að þegar veturinn kom þá dóu skepnurnar úr sulti og hann lifði af fram á vor en dreif sig síðan bara heim til Noregs af því að hann klikkaði á því að safna forða, hann var ekki minnar skepnur eftir og þetta svona, þau veitir, sumarið stuttur gluggi til að safna forða fyrir veturinn. Ok, yfirfærum þetta á Ísland, því ég sko beinlínis að tala að safna forða, ég náttúrulega veiði óður, ég var að veiða í gær, ég veiddi fisk í gær og hann í frystinum mínum í dag, þau veitir. Ég sko þar, ég bara í orðsins fyllst merkingu að safna forða. Auðvitað gæti maður sko bara farið út í bónus og keypt þennan fisk en ég kýsa að gera það ekki, ég kýsa að veiða hann sjálfur og fylla frystina af fiski þannig að þegar kemur að vetrinum þá get ég átt fisk til að borða, þau veitir. En ég svona meira að draga þetta fram sem einhvers konar svona myndlíkingu eða allavega áhugaverða hugsun þegar kemur að okkar nútíma lífverðni að því að hann talar að safna á sumrin, það að segja að vinna mjög mikið á sumrin, ok, þetta stuttur gluggi, við verðum að, þú veist, láta verkin tala og fylla búrið en svo slökum við á veturna þá tími til að fara í baðhúsin og ræða við mann og annan og slaka á, þá tími til að lesa bækur yfir kertaljósi, þá tími til að hlusta á tónlist og búa til tónlist, þú veist, þá tími fyrir menningu og spjall, þá tími fyrir veislur og langar nætur, það eru veturnir. Þess vegna eigum við að vinna vel og mikið á sumrin, svo við getum notið þess á veturna að hafa það svolítið kósi og notalegt í skammdeginu, þið veitir. Og hann var að segja sko að í okkar nútíma lífi þá þetta ekkert í boði af því þá að vinna á sumrin, ok, þú fær smá sumafrí, gott og vel, en svo að vinna á vorin og svo að vinna á haustin og svo að vinna á veturna og svo aftur að vinna á vorið og svo aftur að vinna, þú veist, það bara stöðug vinna, það aldrei tími til að, ok, njóta þess sem við erum búin að vinna fyrir sko, þú veist, veturinn ekki besti tími ársins til að vera harka og vinna og puða. Veturinn góðu tími til að hafa það notalegt og kósi, til að fara út í frysti og sækja sér 2-3 urriða og flaka þá og fá sér kannski rauðvínsglas og pönnusteikja urriða upp úr smjöri. Þú veist, veturinn svolítið tími til að fara og sækja sér reyktan urriða og rista brauð og smyrja það með smjöri og setja reyktan urriða og því fá sér með kaffibolla, skilur. Það það sem maður á að gera á veturna, fara svolítið í gufuna og sánuna og slaka svolítið á, ekki vera að vinna alveg eins og MF. Ok, þetta var fyrsti punktur, hann langur, en þetta sló mig og þú veit, ég var búin að ákveða að þegar ég kemur til Ísland þá myndi ég fara að skrifa á fullu leikritið Lífið í Japan, ég byrjar að skrifa það sko, þetta leikrit sem fjallar árin mín í Japan. Ég hef bara ekkert fengið mig í að skrifa, af hverju ekki? Af því að ég bara alltaf upptekinn að veiða og vera í útivist, af því að sumarið tíminn til að gera það.
Ég skal alveg hanga inni í tölvu að skrifa í vetur. Ég skal alveg, þú veist, vera duglegur að skrifa og búa til tónlist og gera alls konar í vetur. En ég tíma ekki að gera það á sumrin því að núna er tækifærið, núna þessi stutti gluggi til að fara út og njóta sólarinnar þegar hún kemur og veiða og ganga á fjöll og gera hitt og þetta, fara í útilegu, þú veist, þetta er svo stutt. Jæja, safna á sumrin, slaka á veturna. Næsti punktur. 15 mínútna auglýsingar í bíó. Ég fór á bíómyndina Snerting. Fínasta mynd. Eftir Baltasar Kormák og fjallar náttúrulega, þú veist, fólk í Japans hugleiðingum eins og ég hef lengi verið og mjög gaman að sjá sko að kokkur japanska sendiherrans á Íslandi var læknirinn sem tók á móti barninu þegar það var að fæðast í fæðingarsenunni, þið veitir. Það er svona að vera að nota alls konar Japani á Íslandi í alls konar hlutverk, en það er gott. Oft eru bíómyndir bara með einhverja, þú veist, bara einhverjar aðra þjóðir, skilur. Ég hef séð bíómyndir það sem er bara fólk frá Víetnam að leika Japani eða fólk frá Tælandi að leika Japani og það er ekkert, skilur, ekkert út á það að setja nema bara, ef ekki að nota bara Japani fyrir japanst, skilur. Það er svona af því að fólk sem hefur komið til Japan sér strax byrður með þetta eitthvað skrítið, það lítur ekki út eins og Japani sko. Það er í raun bara rasíst sko að vera eitthvað svona allir Asíubúar líta eins út. Ef við vantar Japani, já, ráðum bara Víetnama, skilur við. Nei. Þetta er allt mismunandi þjóðir og mismunandi menningarheimar. Þannig að, þú veist, bara gott hrós á Snertingu og Baltasar fyrir það að nota og manneskjunum sem kastar þetta að nota Japani í japansk hlutverk. Það makes sense. Já, ég hef svo mikið meira það að segja en það sló mig líka að ég satt sko í 15 mínútur yfir auglýsingum í bíó. Ef að bíómyndin byrjar klukkan 8 þá skaltu bara mæta 8:30 af því að myndin verður ekki byrjuð 8:30. Þetta var alltaf svona 5 mínútur, 7 mínútur. Nú er þetta bara orðið 15 mínútur af auglýsingum í bíó. Og síðan koma trailerar. Og það voru alltaf svona 3 trailerar, nú eru þeir svona 5, 6. Þannig að þetta er eitthvað, það er greinilega já, ég veit ekki, minni ásókn í bíó eða eitthvað, þú veist, það er verið að selja fleiri auglýsingar. Ok, það er bara gott að blessa, allir að fara í bíó samt. Síðan eru það nokkri punktar og svo eru alveg að komast í vöðvaminnið. Þetta er til dæmis já, þessi næstu punktar til heyra allir reynslu minni að því að vera leiðsögumaður. Ég er búin að vera leiðsögumaður í 5 ár eða eitthvað og svo kom COVID og þá tók ég 3 ára pásu eða 4 ára pásu og svo var ég að byrja aftur núna í sumar og ég er búin að gæta örugglega 8 gullhringi og eitthvað svona. Og þú veist, þetta er allt í vöðvaminninu, talandi það, maður er strax, ég veist, það er ekkert handrit og allt það, en ok, þetta er nokkri punktar, svona hlutir sem ég hef tekið eftir. Númer 1, kynslóð Z, þessi krakkaskrattar, sko sama hvaðan þau eru, Evrópu, Bandaríkjunum, Asíu, whatever. Þessi blessuðu kynslóð Z, sem eru, þú veist, ég veit ekki, fólk fætt eftir 00 eða eitthvað, þau eru alltaf með AirPods út í náttúru sem ég skil ekki neitt. Ég skil og eiginlega bara í öðru eyra. Það er bara hvað þú ert að labba bara. Þau eru bara að horfa á strokkgjósa á Geysissvæðinu og þau eru bara með AirPods og ég einhvern veginn, hvað getur verið að hlusta á núna? Ok, ég skil það í rútunni, veist, ok, ég meina ef þú vilt ekki hlusta á mig í rútunni, það er alltaf lagi, en þegar þú ert sko á Þingvöllum, hvað ert að hlusta á? Ertu að hlusta á tónlist eða ertu að hlusta á, þú veist, hljóðbók eða, þú veist, podcast eða bara ert á Þingvöllum og það er bara Joe Rogan að tala við einhvern grínara í Texas. Hvað ert að hlusta á með AirPods þegar þú ert að horfa á Gullfoss? Hvaða tónlist passar við það að horfa á Gullfoss? Ég skil þetta ekki, eða þá er þetta bara krakkanir sem eru bara svo sítengt að þau verða bara að vera með AirPods í eiranum ef vera skildi einhver hringi, þá getur þau bara
þá getur bara hérna svara já, góðan dag, hello yeah, I'm just at this waterfall no, it's 12 o'clock here in Iceland now yeah, the waterfall looks pretty good, yeah okay, thanks for checking in alright, see you þú veist, ég skil, þú veist já, þetta er svona ef einhver hlustandi veit hvað Gen Z krakkarnir eru að hlusta á þegar þau eru út í náttúru með Airpods í öðru eyra þá má endilega senda mér skilaboð af því ég get ekki ímynda mér veist, ég hlusta á podcast og svona dót þegar ég er að vaska upp af því það er mjög ólíklegt að eitthvað mjög spennandi gerist þegar ég er að vaska upp en ef ég er út í náttúru ég tala um í sko öðru landi þá er ég ekki með Airpods annar punktur gætið Ameríkanar eru snilld það er geðveikt að gæta Ameríkana sérstaklega af því að þau gefa mikið tipsy feeling tipsy við erum að tala um sko þú veist, þú getur verið að fá svona 20-30 skall fyrir daginn í dollurum sko það er bara svolítið næs nema hvað að þau kalla mig alltaf Steven excellent terrific trip Steven you did an excellent job Steven excellent job you're very good at your job Steven líka Ameríkanar eru mjög mikið fyrir gluten-free bread excuse me Steven do you think they would have gluten-free bread Steven excuse me, could you ask the chef if they have gluten-free bread, Steven? Oh, sorry, I can't eat pasta. I'm gluten-free, Steven. Þetta er svona, en það er geðveikt að vera með Ameríkunum. Þau eru fyndin og skemmtilega og þau eru líka óhrætt við að spurja og, þú veist, bara, God bless America. Ok, síðasti punktur og svo förum við í vöðva. Þessi punktur kallast 10 sekúndna sturta bandstrygg design think sem þýðir hönnunar hugsun. Þetta á ég við. Það er mjög mikilvægt fyrir öll að tileinka sér hönnunar hugsun sama hvað þau gera. Að hugsa hvað er ég að gera, hvaða hlutverki á það að gegna og hvernig tryggi ég að það gegni því hlutverki sem best. Dæmi, ég er að hanna sturtu. Hvaða hlutverki á hún að gegna? Hún á að þvo manneskjuna sem er að sturta sig. Hvernig ger ég það vel? Já, til dæmis með því að hafa tímasetninguna eða sko að hafa stopparan á sturtunni stiltan á lengri tíma en 10 sekúndur af því að það er engin 10 sekúndur í sturtu. Og þarna er ég að tala God bless it Sky Lagoon. Það er skíalónið Sky Lagoon. Þetta er svo íslenskt. Byggja ótrúlega flotti lón. Það er torf á þakinu á gerviklettunum. Þið veitir, þetta lítur rosalega vel út. Stærsti gluggi á Íslandi í sánunni. En það gleymdist bara pæli því hversu lengi sturtan á að vera í gangi þangað til að það slokknar á henni. Ég taldi upp á 10. Hún er með 10 sekúndna stillingu. Á 10 sekúndna fresti þarf þú að snúa þig við og íta á takkan. Á 10 sekúndna fresti. Ok, 6 sinnum á mínútu. Ef þú tekur 5 mínútna sturtu þá er það 30 sinnum. Hversu ruglað er það? 30 sinnum íta á taka. 1, 2, 3 og það er 5 mínútna sturta, það er ekki eins og það mikið. Design think, hugsa, þú veist, og þið sem viti ekki hvað ég er að tala með hönnunarhugsun, þið vitið alveg hvað ég á við þegar þið eru að labba eftir göngustig og hann er malbyggaður eða jafnvel malarstígur og svo kemur svona sveigja af stígnum út í gras yfir á næsta stíg og þá er búið að gera svona ljóta moldarrák í grasið. Þarna var einhver ekki að hugsa.
þarna var einhver að pæla, ok, ég get bara lagt stíg hérna, svo skal ég hafa 90 gráðu beygju yfir á næsta stíg. Fólk mun alveg örugglega ekki stytta sér leið. Nei, þarna bara hönnunar hugsun. Þú ert að hugsa, hvernig mun fólk labba þetta? Ok, ég ætla að prófa að labba þetta 10 sinnum. Ég ætla að mér að fá 5 mismunandi manneskjur til að prófa að labba þetta 10 sinnum. Og svo ætla ég að sjá hvar þau labba, náttúrulega, og ég ætla að leggja stígin eftir því. Nei. Þú veist, ég veit ekki hvort það sé íslenskt eða hvort það sé bara algilt út í heimi, en fólk, það skortir hönnunar hugsun. Það þarf að hugsa, hvernig get ég hannað þetta svo að þetta virki sem best. Ok. Næst það dagskrárliðurinn vöðvar eru lykill að langlífi. Gjörðu það svo vel. Af hverju er ég að taka þetta fyrir? Vöðvar eru lykill að langlífi. Það nákvæmlega af því að ég er búin að vera að gæta. Og eins og ég segi, Guð blessi allt þetta fólk. Amerikanar, hollendingar, þjóðverjar, allara þjóðakvikindi. Japanir eru ekki komnir, þeir koma í haust. Ég er svo þakklátur fyrir þessa vinnu. Ég er svo þakklátur fyrir allt þetta fólk. En Guð blessi þau. Þau eru mörg í hrikalegu formi. Við erum að tala það að þú mætir á rútunni, ég keyri ekki, ég er bara gæt, og rútubílstjórinn, hann lækkar rútuna, það kemur svona eitthvað gashljóð, skilurðu, hann lækkar rútuna og hún er svona 8 cm frá malbikinu og fólk á mjög erfitt með að komast upp í rútuna. Þetta er ekki fólk sem er 87 ára eða 95 ára. Þetta er svona fólk sem er 65 ára, 70 kannski. 60 konur og kallar í göngugrind komast ekki upp. Vinurinn þarf að ýta á rassinn, skilur. Er þetta af því að fólkið er veikt? Já, en ekki ekki veikt, það er bara veik burða. Ég ætla bara að vera með hot take. Ef að fólk er 65 ára og er ekki með einhvern tauga hrörnunarsjúkdóm og á erfitt með að komast upp í rútu, þá er það bara af því að stoðkerfið, beinagrind og vöðvar eru ekki í lagi. Og af hverju er það ekki í lagi? Það er bara mjög einfalt og við skulum sletta. You don't use it, you lose it. Sem þýðir bara, ef þú notar það ekki, þá missur það. Og þetta er bara, þú veist, þetta er bara mjög svo höldum áfram að sletta, þú veist, inconvenient truth, eins og Al Gore sagði daginn, Þetta er bara, þú veist, það er bara svolítið sárt að skilur að fatta þetta, en þetta er bara satt. Ef þú ert ekki að nota og þjálfa vöðvakerfið og beinakerfið, beinagrindina, þá mun hún á einhverjum tímapunkti bregðast þér. Mun þetta stoðkerfi á einhverjum tímapunkti bregðast þér. Og það er bara svolítið svakalegt að horfa upp á þetta og ég er nú mest að gæta úr skemmtiferðaskipum, stórum skemmtiferðaskipum og eins og ég segi, enn og aftur, þetta er bara Guð blessi þetta fólk, þetta er frábært fólk, þau eru öll mjög almennilega og notalega og þú veist, ég hef mjög gaman að miðla minni þekkingu til þeirra, en þau eru mörg hver mjög illa á sig komin. Og þetta verður ekkert betra þegar þau verða 75 ára eða 8. Ok, á sama tíma og ég er að sjá þetta, þá poppar upp viðtal hjá Andrew Huberman, sem ég hlusta nú ekkert allt of ofta á. Hann er ofta að tala um eitthvað svona setja sér markmið og eitthvað, heilsa tannheilsa og eitthvað svona. Ég hef ekkert mikið áhuga á því. En stundum kemur, þú veist, langlífi eða krabbamein eða æfingar eða styrtaræfingar eða eitthvað sem tengist því og ég hef mjög mikið áhuga á því. Og hér kom viðtal við Dr. Gabrielle Lyon, sem er held í amerísk, og hún er læknir og hún er búin að vera að kynna sér vöðva og hlutverk vöðva í að stuðla að langlífi og góðu lífi. Þú veist, þú getur þraukað þangað úr nýræður en þú kannski ferð ekki út úr húsi síðustu 15 árin, skilur.
Nei, ekki það, heldur að þú sért aktífur og sért að gera hitt og þetta. Ég ætla ekki að útskýra viðtalið. Ég ætla ekki að ég ætla ekki að svona fara í gegnum viðtalið í krónológískri röð. Ég ætla bara að taka nokkra punkta sem ég hjó eftir, sem ég fannst áhugavert. Og ég mæli með að fólk kíkja á þetta viðtalið. Þetta er opið, Andrew Huberman, The Huberman Lab heitir það, og viðmælendin er Gabriel Leon, Doctor. Fyrsti punktur. Vöðvar eru innkirtla líffæri eða líffærakerfi, sem þýðir að vöðvar eru tengjast innkirtla kerfinu, endocrine. Þetta er nú er ég ekki læknir en þetta tengist því að vöðvar sjá til dæmis að stýra glúkósa í líkamanum, að stýra magni glúkósa í líkamanum. Lifrin sér að mestuleyti að stýra glúkósa og sérstaklega þegar kemur að blóðsykri, en vöðvar sjá að miklu leyti að losa líkamann við glúkósa, það er að segja nota glúkósan sem orku. Og þetta er bara, þetta er bara þess vegna sem íþróttafólk þarf að éta pasta og Snickers, eða þarf ekki að éta Snickers, en þetta íþróttafólk er ekki á carnivore diet eða flest íþróttafólk er ekki þar en það er að mökka í sig kolvetni íþróttafólk, sérstaklega hlauparar og svona, félagi minni í Japan skilur 60 kíló og hleypur 100 kílómetra á viku, hann drekkur svona 4 lítra á kók á dag og er svo bara, að borða fjallapasta það er bara, skilur þannig að það er mjög mikilvægt að ímynda sér að vöðvar eru kerfið sem sér að miklu leyti að nota glúkósan sem kemur inn, sem þýðir að þú ert með mjög mikið af vöðvum og þeir eru mjög góðir í að nota þessa orku, getur hvað, þá er ólíklegt að þú verðir feitur, eða að þú fáir á þig aukakíló, af því að þá ertu með kerfi, þá ertu með vél sem er bara mjög góð í að vinna þessa orku. Ef þú hins vegar ert með lítið af vöðvum en ert samt að borða mikið af kolvetni og samt að fá mikið af sykrum og glúkósa inn, þá ertu kannski ekki að ná að losa þig við jafn mikið og þá kannski sest á þig einhver smá aukaforði. Ok, ég ætla ekki að fara of mikið innkirtlafræðina því að ég er bara alls ekki þar en hún nefndi þetta, hún sagði það er mjög mikilvægt að átta sig á því að vöðvar eru innkirtla líffæri, þetta er ekki bara stóðkerfi, vöðvar sjá líka seytingu hormóna og eitthvað whatever, skilur. Ok, herri, næsti punktur. Mörg vandamál tengd ofþyngd og offitu byrja í vöðvakerfinu áður en þau koma fram annar staðar, sem þýðir að langt áður en það fer að sjá á þér að þú ert að glíma við ofþyngd, þá gæti vel verið að vöðvarnir séu farnir að missa skilvirknina sína. Það er að segja, það gæti vel verið að það sé farið að safnast fita í vöðvavefnum, í vöðvunum, sem þýðir að vöðvarnir eru ekki skilvirkir, þeir eru ekki góðir að kreppa saman og draga saman, þeir eru ekki, þú getur ekki beitt þeim jafn vel, það þú ert ekki byrjað að safna kannski á þau utan á, það sér ekkert mikið á þér, en það sér bara að vöðvarnir eru ekki eins heilbrigðir og þeir ættu að vera. Þannig að það er oft hægt að sjá ef ofþyngd eða offita er við sjóndendlarhringinn, skilurðu, er á næsta leiti ef að það eru komin einhver einkenni fram í vöðvum. En nú aftur, þetta er það sem hún er að segja, ekki ég. Ok, næst. Vöðvar eru brynvörn. Það er nú mjög erfitt að andmæla þessu, Þetta þýðir bara það, þú ert í bílslysi, þú lendir í bílslysi og þú ert með manneskju sem er með bara vöðva annars vegar og manneskju sem er með ekki vöðva hins vegar, þá er mögulega líklegra að manneskjan með vöðva, ok, allir eru með vöðva, þið vitið samt, svona vel þjálfaða vöðva og mikið af þeim, heilbrigðum vöðvum, að hún sé betur varin fyrir hin og þessu hnjaski.
bílslys ok, þú ert náttúrulega ekki með vöðva skiluru í kringum heilan, það er allan ekki, þeir eru ekki að fara að veita vörn, þannig að bílslys kannski ekki besta dæmið, en frekar, þú ert 65 ára, þú ert 70, segjum það, þú ert 70 og þú rasar og dettur og þú berð fyrir því hendi, maður A er alltaf búin að vera í þjálfun, er með þjálfaða vöðva og nær að grípa sig, hann brotnar ekki. Maður B hætti að hreyfa sig í kringum 30 og er með mjög nærða og þjálfaða vöðva og hann brotnar. Þetta er það sem átt er við. Vöðvar eru brynvörn, vöðvar veita vörn gegn ýmsu átaki og hnjaski og slysum. Síðan kemur einn punktur sem er mjög áhugaverður og ég segi hann á ensku. Patients are not overweight, they are undermuscled. Þetta er mjög áhugavert. Hún er að segja að í sínu starfi sem læknir þá er hann að taka eftir því að það er fólk að koma með alls konar vandamál og það kannski, borðar holt og stundar hreyfingu, en það er að koma mjög illa út úr einhverjum blóðpröfum og í fyrstu þá virðist þetta kannski vera ofþyngd eða offita, en þegar betur er að gáð, þá er þetta í raun af því að vöðvakerfið er í mikilli hrörnun. Það er ekki búið að vera að sinna vöðvakerfinu og það, eins og við nefndum í byrjun, heilbrigðir vöðvar í réttu magni eru mikilvægir til að hjálpa innkirtlakerfinu að starfa rétt og til að losa líkamann við glúkósa og til að halda þessu öllu í jafnvægi. Þannig að þú er kannski með sjúkling sem er í yfirþyngd og viðkomandi er að labba á hverjum degi og viðkomandi er að borða lítið og eitthvað svona og blóðpröfan er samt ekkert að skána og þá er kannski bara komið tími til að skoða á hvernig eru vöðvarnir. Já, þeir eru ekki í góðu ásigkomulagi, þeir eru óskilvirkir, það er byrjað að safnast fita inn á milli vöðvaþráða og trefja og viðkomandi er kannski að borða, holt, en er ekki að borða nóg prótín, og þetta er bara, hún sagði bara þetta, að við erum alltaf að hugsa fólk í ofþyngd og fólk í offitu og fita og það er vandamálið. Nei, vandamálið er skortur á vöðvum. Þess vegna getur mögulega verið með mannesku sem er kannski með svolítið utan á sér, en er bara heilbrigð og blóðprófan kemur bara vel út ef að viðkomandi er með heilbrigða og góða vöðva. Þá já, síðan er næsti punktur og ég er svona eiginlega búin að taka þetta, það er hægt að vera með góða vöðva eða heilbrigða vöðva og óheilbrigða vöðva og það er bara þetta sama, er byrjuð að safnast fita í vöðvanum sjálfum. Við þekkjum þetta japanska nautakjött, wagyu, þeim finnst það voða skemmtilegt og þetta er voða gott, wagyu nautakjött er voða gott, en í grunninn þá er þetta náttúrulega bara offeitt naut, síðasta æviskeiðið eða síðasta mánuðin eða síðustu 2 mánuði eða eitthvað, þá er nautinu gefið bara alveg svaka bombufæði, skilur, til að fita það, bara til að fita það, til að fá fitu í vöðvana. Þannig að þetta er ekki heilbrigt kjöt, en það er voða gott. Já, þannig að það er ekki nóg að vera með mikið af vöðvum, þeir þurfa líka að vera góðir, þeir þurfa að vera heilbrigir, þeir þurfa að vera skilvirkir, þeir þurfa að geta herpst vel og þeir þurfa að svara viðbragði og allt það. Hún sagði í raun að við höfum heyrt þessar ráðlíkingar, eitthvað svona 60% kolvetni, eða ég vil 70%, ég man ekki hvað var mikið, 60-70% kolvetni, 10-20% prótín og kannski 10% fita. Það er þessi ráðlegging frá læknum og
eitthvað svona matarpíramíti, það er alltaf að vera að tala um þetta, þú veist, mest kolvetni, það er bara alveg fjall af hrísgrjónum og svona smá kjúklingabiti og svo kannski sko bara svona smá jógúrt eða eitthvað, skilur við eitthvað og grænmeti alltaf með. Hún er að segja, nei, það vantar meira prótín. Fólk er í krónískri þörf á prótíni, eða það er að segja í krónískri vannæringu þegar kemur að prótíni. Langflestir eru undirnærðir þegar kemur að prótíni. Og við heyrum sko að það má alls ekki borða of mikið af prótíni. Þá getur við fengið alls konar vandamál. Það er bara nýrnabilun og lifrin fer út hnakkan á þér og það er þetta, þú veist, alls ekki, og sérstaklega rautt kjöt. Ef þú borðar of mikið af rauðu kjöti, þá deyrðu. Þú fær krabbamein í eyrað og allt þetta sko. Hún er að segja, þetta er bara rugl. Það er engar rannsóknir sem benda til þess að auki prótín sé skaðlegt. Auðvitað er sko, þú kannski með mann, þú af hverju er talið að rautt kjöt sé hættulegt? Þá spyrðu, borðað þú rautt kjöt? Já. Borðað þú rautt kjöt? Nei. Ok, hvernig rautt kjöt? Hamborgar á McDonald's, hvað borður með því? Franskar, kjúklinganagga og hálfan lítra kók. Það er ekki rautt kjöt. Það er skyndibiti. Ég er að tala um borðað þú gott rautt kjöt? Já, nei. Þú veist, þannig að þegar fólk er spurt borðað þú kjöt? Já. Hversu mikið? 5 sinnum á viku. Ok, ertu að fara að deyja á morgun? Já. Þú veist, þá er ekkert verið að spura hvernig kjöt er þetta og hvað borðaru með því og reykirðu líka og allt þetta. Þannig að sko tengslin milli rauðs kjöts annars vegar og krabbameins hins vegar hafa mestuleiti komið í gennum rannsóknir þar sem fólk gleymir að skoða hvaða rauðakjötið er, hvað er verið að borða með því, hvenær er verið að borða það, hvort fólki sé að drekka mikið eða reykja mikið, whatever, skilur, allt þetta. Og hreyfing, borðar mikið af rauðu kjöti? Já. Hreyfur þig? Nei. Ok, gæti það verið hreyfingarleysið sem veldur krabbamein en ekki rauðakjötið. Þannig að þetta er svona, hún sagði allan þessi kona að það séu engar rannsóknir sem benda til þess að aukið prótín sé skaðilegt, það séu hins vegar til rannsóknir sem benda til þess að prótínskortur hafi mjög neikvæð áhrif á stoðkerfið, það er að segja vöðvakerfið, og þetta geti olli miklum vandamálum á efri árum. Hún sagði, ef þú ert ungur, þá er líkaminn þinn, og ungur og ungt, allt þetta, skilur við erum að tala um hérna, þá er líkaminn þinn vel í stakk búinn til að takast á við of lítið prótín. Þá getur líkaminn þinn gert og græjað hérna svolítið, skilur við, lifrin og innkirtlakerfið og allt þetta, það er það, þú veist, þá getur líkaminn svona unnið svolítið prótein úr einhverju, ég veit ekki hvaðan kemur, skilur við, en það er þetta að búa til ýmsar amínusýrur, við heyrum nauðsynlegar amínusýrur og ónauðsynlegar amínusýrur, eitthvað sem þú ert að fá úr mat annars vegar og eitthvað sem þú getur búið til hins vegar, og það er basically verið að segja, þú getur alveg verið þrítugur karlmaður eða kona og þú getur borðað aðeins of lítið prótein, en líkaminn þinn mun alveg græja það, skilur við, þú ert ekki að fara í hrörnun út af því. Hringi síminn. En ef þú ert komin yfir 50 eða 60 og ert ekki að fá nóg af góðu prótíni, þá er bara vöðvakerfið, hvort sem þú ert í hreyfingu eða ekki, að fara að hrörna og smátt og smátt að fara í niðurbrot. Hún sagði, það er talað um ráðlagðan dagsskammт 0,8 grömm af prótíni per kíló af þyngd. Þannig að ef þú ert 70 kíló þá átt að borða 56 grömm af prótín á dag. Þetta eru rannsóknir sem eru byggðar á ungum karlmönnum 30 til 35 ára. Eins og ég sagði, ef að þeir fá of lítið prótín þá er það allt í lagi af því að líkaminn þeirra getur bætt upp fyrir það með öðrum leiðum. Þannig að 60 kona eða kall, 70 kona eða kall, að horfa á ráðlagður dagsskammtur 0,8 grömm per kíló, frábært. Nei, það gengur ekki upp. Þú eru að hækka það. Þessi kona í þessu viðtali, hún mælir með að tvöfalda þetta. 1,6 grömm af prótein per
ideal bodyweight, takk eftir því. Ég hérna 50, mig langar að vera 80 kíló, ég er karl, ég er 100 kíló núna, mig langar að vera 80 kíló. Ok, þá segir 1,6 grömm per kíló sinnum 80 kíló. Það er prótínmagni hjá mér, ekki sinnum 100 kíló. Þú ert að segja sinnum það sem þig langar að vera. Og það er áhugavert. Hjá mér persónulega þá er ég að borða 112 grömm af prótíni á dag. Hún segir að það sé sérstaklega mikilvægt að fá sér prótín í morgumat. Það skiptir ekki endilega máli klukkan hvað morgumaturinn er. Þú getur alveg fengið þér morgumat í hádegismat. Það veist, bara morgumat klukkan 12. En að vera ekki að mökka sig af pizzu klukkan 12 heldur að fá sér 2-3 egg eða steik eða fisk, að fá prótín í morgunmat, það er mjög mikilvægt til að koma af stað einhvers konar uppbyggingarferli hjá vöðvunum snemma á daginn. Ég veit ekkert af hverju það er. Ég hef heyrt að þú eigir að fá þig protein shake fyrir klukkan 10 á morgnana, sérstaklega ef þú ert í liftingum eða þú ert að byggja þau upp. Þetta hef ég heyrt, sko. Já, ég tók smá pásu. Hvar voru við? Já, ég var bara að segja, sko, prótín á morgnana er eitthvað sem maður hefur heyrt að sé mikilvægt. Og sumir náttúrulega hafa ekki list á því að vera að borða mikið á morgnana. Og hún segir, það er allt í lagi, skiptir engum máli hvenar þú borðar morgunmat. Bara þú sést með prótín í morgunmat. Nema ef þú ert komin yfir 50, þá gæti verið varasamt að vera að borða seint, sko. Þá gæti verið sniðugt fyrir þig að vera að fá þig prótín, þó sé ekki nema bara 2 egg eða eitthvað fyrir hádegi allavega. Auðvitað er, sko, þetta er svona, þú veist, af því að svo er líka á hinbóginn þá að tala að föstur séu góðar og það er hjálpa manni að viðhalda insúlinnæmni og hvaðina. Þannig að þetta er svona, maður þarf að finna svolítið jafnvægi í þessu öllu saman og en þú veist, að fara gullna meðalvegin og fá sér kannski 2 egg klukkan 10 eða 10:30, það hlýtur að vera í lagi. Þá ertu búin að fasta svolítið og ert líka að fá þig prótín á morgnana, sem ég held að sé rétt hjá henni að sé svolítið mikilvægt. Það er nú ekki mikið meira, sko, hún sagði alltaf bara, þú veist, að fólk er að mökka sig af kolvetni. Ég var að tala um þetta, 60% kolvetni, 10-20% eða 20-30% prótein og eitthvað svona. Hún er bara að segja, nei, 40% prótein, 40% góð fita, 20% kolvetni. Fólk er að borða allt og mikið af kolvetnum. Og í flestum tilfellum þá er þetta slæmkolvetni, hugsið Pepsi, Coke, pasta, þú veist, fransbrauð, eitthvað svona. Þú átti í raun að fá bara kjöt eða fisk, eina sæta kartöflu og avokado eða eitthvað, skilur við. Ég segi svona, auðvitað er bara mismunandi hvað fólk borðar og veist, ég myndi segja að besta mataræði fyrir þig er mataræði sem þú getur borðað. Þú veist, það þýðir ekkert að hugsa besta mataræði fyrir mig er keto, ég bara hata það. Eða eitthvað svona, besta mataræði fyrir mig er keto, en það er bara einn veitingastæður á landinu sem selur keto, eða þú veist, bara mataræðið sem hentar þér er mataræðið sem hentar þér. Saman hreyfingur, besta hreyfingin fyrir þig er hreyfingin sem þú nennir að gera. Er það að fara í göngutúr? Ok, þá er það bara besta hreyfingin fyrir þig. Hafandi sagt það, þá er hún að segja að styrktarþjálfun sé mjög mikilvæg. Ef við súmerum þetta bara saman, lykillinn að langlífi eru heilbrigðir vöðvar í réttu magni. Hvernig fæ ég heilbrigða vöðva í réttu magni? Jú, með því að nota þá. Það er styrktarþjálfun. Það er ekki nóg að stunda jóga. Það er ekki nóg að fara út að labba. Þú verður að stunda það sem heitir á ensku resistance training, sem ég ætla bara að kalla styrktarþjálfun.
það er bara að lyfta eða að gera æfingar með líkamsþyngd eða lóð, eitthvað þar sem þú ert að veita vöðvunum viðnám, það er að segja þar sem þú ert að beita vöðvunum til að búa til hreyfiorku, skilur, þú ert að hreyfa eitthvað. Ok, það er nóg til að viðhalda góðum vöðvum þanga til þú verður, ég veit ekki, 40, 50, 60 ára. Þá þarftu líka að vera að borða rétt magn af prótíni. Eins og ég segi, þegar maður er ungur þá getur svona svolítið borða hvað sem er og líkaminn er mjög góður að vinna sig í gegnum það, gefið að þú sért í góðri hreyfingu og allt það. Auðvitað, ef þú ert ekki neitt í hreyfingu og ert samt að borða bara eins og svín, þá náttúrulega gengur það ekki upp, en öllu jafna, kannski til 30 er líkaminn mjög góður að vinna úr hvaðina. Hins vegar, eftir 30, eftir 40, þú veist, ég veit ekki hvenær mörkin eru, örugglega mismunandi eftir fólki, þá er mjög mikilvægt að vera að fá gott prótín, af því að sko í þungri sérstaklega líkamsrækt, í lyftingum, þá er náttúrulega ákveðið niðurbrot á vöðvum, þú veist, þú ert að valda léttum skaða á líffærunum sem eru vöðvar, á vefjunum, en síðan ertu með prótín og móti og gott prótín sem hjálpar þér að byggja upp og byggja betur en það sem skaðinn olli. Hvað er gott prótín? Nú erum við komin í vandræði, skilur við. Hvað er gott prótín? Það er náttúrulega eitthvað sem the $1 million question. Þú veist, vegan fólk mun segja að besta prótíni sé bara úr einhverju sojaplöntu, sko, og allt það. Hún er að segja að það sé bestur amínósýrna prófíll í dýraafurðum, sérstaklega kjöti. Það er að segja, rautt kjöt er með mesta fjölbreytni þegar kemur að amínósýrum, bæði ónauðsynlegum og nauðsynlegum, sem þýðir að þú þarft tæknilega minna af því til að fá meira út úr því. Ef að þú ert vegan, þá gæti verið gott, en oftur, hún segir þetta, að auka próteinmagnið ennþá frekar, segjum þú þurfir 100 grama prótein á dag ef þú borðar kjöt, en ef þú ert vegan, þá þarftu kannski 200 grama prótein á dag, kannski, veist, af því að það er minni fjölbreytni í amínósýrum í dýraríkinu. Ég meina, hún sagði þetta bara beint út. Ef þú ert að reyna að byggja vöðva, þá getur verið gott að borða vöðva. Þú veist, þú borðar ekki baunir til að byggja vöðva, eða skilur, þú veist, það er betra að borða þú skilur, vöðvar stuðla að vöðvum en baunir stuðla að baunum, skilur, þetta er svona. Auðvitað er alveg hægt að vera vegan og fá nægilegt magna prótíni, en það gæti verið að ráðlegur dagsskammtur sé samt annar en ef þú ert að borða kjöt. Og þetta er bara það sem ég er líka að segja, það er ekkert eitthvað eitt mataræði best eða betri en annað. Það er bara mataræði sem hentar þér, sem þú getur sinnt, sem þú getur þú veist, mataræði sem er ekki að valda þér vandræðum, skilur. Svona, þannig að já, vöðvar eru mismunandi á heilbrigðisskalanum og skilvirknisskalanum. Prótein er mismunandi á gæðaskalanum og próteinafurðir eru mismunandi. Hún var að mæla með því að fólk myndi borða dýraafurðir. Fólk það bara svolítið að finna það á sjálfum sér. Mér líður mjög vel með það að borða kjöt og fisk og mjólkurvörur. Þú veist, ég hef nörgulega sagt það árið í þessu hlaðvarpi. Ég var vegan í 45 daga og það voru 45 dagar af lúðrasveit. Ég bara rak við eins og loftbelgur. Og svo kláraði ég þá 45 daga með því að fá mér nautasteik. Og ég held að ég myndi æla, ég held að maginn í mér, ég myndi bara algjörlega, hvaða viðbjóður þetta? Nei. Ég borðaði nautasteik, mér leiði bara frábærlega, hæðirna voru góðar, allt upp á 10. Þannig að þetta er svona, það er bara mismunandi eftir fólki hvað hendar.
Ok, erum við ekki búin að masa nóg? Þetta nú bara komið heldur nokkuð gott sko. Ég finn það alveg þegar ég farin að bulla svona sko, eitthvað sem væri kannski sniðugt að vera með lækni með sér við, þá þarf ég að fara að hringja í lækni. Það koma á næstunni fleiri spurjum lækni þættir. Við Jóhannes Gauti læknir ætlum að taka næst fyrir hundaæði, en svo gæti nú bara verið gaman að taka fyrir sykur eða prótín eða hreyfingu eða líkamsrækt, taka þetta og fara svolítið grundigt í þetta sko, að hann geti útskýrt fyrir mér, af því að hann hefur áhuga á innkirtlafræði, af hverju vöðvar eru mikilvægir sem styrtar þáttur í innkirtlakerfinu, af hverju vöðvar sjá að miklu leyti að losa líkamann við glúkósa, hvernig þetta virkar allt saman, hver skortur á vöðvum gæti þýtt fyrir líkamann og allt það. Eins og ég segi, þetta eru bara punktar sem vöktu athygli hjá mér. Ég að miðla þeim til ykkar í gegnum mína síu eða mína túlkun, en ef þið viljið nákvæmari upplýsingar þá mæli mig að þið hlustið á viðtalið sem Andrew Huberman tekur við Dr. Gabrielle Lyon. Þar þetta allt saman. Kíkið á það, hlustið á það og berið saman. Finnst ykkur það sama áhugavert og mér? Eru þið að höggva eftir sömu punktum? Hvað finnst ykkur? Setið það í komment. Ok, herri, eins og ég hef sagt ofta áður, þá verður árið stórt. Þetta að verða stærra og stærra hjá okkur. Þetta samt ennþá, ég ennþá að veiða bara mest allt núna. Sumarið einhvern veginn ekki alveg tíminn til að vera að einbytta sér að hlaðvarpinu. Sumarið tíminn til að einbytta sér að útivistinni. Það mitt það sem ég að fara að gera núna eftir. En samt, ég að setja saman dagskrá fyrir haustið og þetta verður mjög flott hjá okkur. Í næstu viku þá kemur þáttur af skipinu. Ég að fara að sigla hringinn í kringum Ísland. Ég ætla að taka upp á skipinu og ég ætla að segja ykkur frá því sem ber fyrir sjónir. Og bara segja ykkur frá fleiri skemmtilegum amerískum ferðamönnum. Það verður Patreon þáttur, þannig að þið sem ekki Patreon en viljið samt heyra hvernig það að búa á skipi á Íslandi, skráið ykkur á patreon.com/heimsendir. Þið hinn sem eruð skráð, takk fyrir stuðningin, takk öll fyrir að hlusta og horfa og við heyrumst og sjáumst í næsta þætti.